á fimmtudaginn var uppstigningardagur. Það er mikið gleði. Ég ætla að hafa þeman í þessu sjónum í dag í kringum það. Ég ætla að byrja að lesa hérna Lúkasi 24, 50. versi. Síðan fór hann með þá út í nánd við Bettíníu, hóf upp hendur sín og blessaði þá. En það varð, meðan hann var að blessa þá, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir féllu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklu fögnuði. Og þeir voru stöðugir í helgidómnum og lofuðu Guð. Ellen G. White í Þrá aldanna, hún lýsir þessu mjög vel. Og mér finnst það svo aðdáendavert að Þrá aldanna, hvað hún getur komist vel að orði. Hvernig Kristur umgengst almenning og lærisveinana. Og mér langar til að grípa aðeins í, þetta er síðasti kaflinn í Drottinn kemur. Nei, í Þrá aldanna. En hann er aðeins svo langur til að lesa hann, hann tekur 17 mínútur. Þannig ég ætla ekki að lesa hann allan, en ég ætla að lesa aðeins úr honum. Og það er bara stórkostlegt að sjá hvernig hún tekur þetta vers þessi vers sem ég var að lesa og annað sem ég ætla að lesa líka í endurinn. Hvernig hún vefur þessu saman og lýsir lærisveinunum og þeim mikla fögnuði sem breytist hjá þeim eftir að vera í þessari sorg og þessari angist eftir að hann fór. En eftir þessa 40 daga, hvað er mikill fögnuður hjá þeim. Ég ætla að byrja bara á kaflanum. Nú var kominn tími Krists til að stíga upp til hásæti föður síns. Sem guðlegur sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneska sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn, ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem að þú fékkst mér að vinna. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisu dýrða líkama hans. Nú var komið að kveðjustundinni. Hann hafði fært sönnur á það að hann var lifandi frelsari. Lærisveinar hans þurfti ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppþykningar sinnar valdi Jesús staði sem að svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síónfjall, þar sem að Davíðsborg stóð, eða Móríanfjall, þar sem að Musteri stóð. Þessi stað skyldu ekki njóta þessa heiðurs, þar sem Kristur var hættur og honum afneitað. Þar hafði öldum náðarinnar sem komu enn hver og eftir annari með sívaxandi kærleiksþunga verið hrundið tilbaka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hafði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á Olíufjallinu. Heilög návist hafði eftir að hún yfirgaf fyrsta musterið staðið í eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgina útvöldu. Eins stóð Kristur á Olíufjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Trjálundirnir og dalverpin á fjallendinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkurnar þess höfðu bergmálað sigur og hróp mannfjölda sem kallaði hann til konungsdóms. Í líðum þess hafði hann í Bettíníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemannigarði við rætur þess hafði hann beðið fyrir og þolað angist, einn og yfirgefinn. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harmkværa maður, heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun hann standa á Olíufjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast ósanna lofgjörð heiðingja og raddir hinna endurlistu munu í máttuðum hljómsterkum kór endur óma ákallið krýnið hann drottinn alls. Nú sagði Jesú ásamt lærisveinum 11
Nú lagði Jesú ásamt lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins. Þegar þeir fóru að hlið Jerúsalem horfðu margir undrandi á þennan litla hóp, þann sem gekk í fararbrondi, hann sem að höfðingjarnir höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tímann til að ræða við þá og endurtaka fyrir leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðust Getsemani tókuðu þeir við til þess að þeir getu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim nótt sinnar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem að hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldinn kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingarinnar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Hann hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því komin að stíga upp til hásæti dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklátri þjóðirnar sem að hann kom til að frelsa. Skyldi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skyldi ummyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann metinn og þar sem að syndalausnir engla bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheitið hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og ég ætla að stoppa þarna og þetta eru nú ekki margar síður, þetta eru 3-4 síður, en ég hvet ykkur til að lesa þetta og halda ykkur við þessar bækur líka, því að þær eru svo góðar til að örfa sjálfan sig og finna, eins og ég segi allar þessar bækur sem eru uppáldi hjá mér, Þrá aldanna, Deila mikla og Ættverð og spámenn, þau hafa allar 3 sikkura lexíuna. Þrá aldanna, þegar ég les hana eða heyr hana, hún gefur mér alltaf auðmýkt í hjartað og sýnir mér það hversu ófullkomin ég sjálfur. Og maður þarf alltaf stöðugt að vera að minna sjálfan sig á til þess að halda sig á þeim stað sem maður þarf að vera. En ég ætla að lesa síðan hérna á Postulasögunni. Það segir í 1. kafla 6. versi: Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann: Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Hann svaraði: Ekki það yður að vita tíma eða tíðir sem Faðirinn setti af sjálfsins valdi. En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem, í allri Júdeu, Samaríu og allt til endi markar jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn af þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. En þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóð hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu: Galíumenn, hví standið þér hér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Og mér langar til að benda á eitt spádóm sem hérna í þessu líka. Ég ætla að lesa aftur. Hann segir: Þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endi markar jarðarinnar. Lærisveinarnir kom aldrei til Íslands, Páll kom aldrei til Íslands, en orð hans hljómar úr þessar orði að endamörkum jarðarinnar. Og þannig getum við séð að þetta spádómur sem hann talar þarna og þetta lesið alveg í endamörkum. Þannig að það ekki lygi.